Já, velkomin aftur í föstudagsþáttinn sem við tökum upp að þessu sinni á R5, veitingastað hér við Ráðhústorgið á Akureyri. Nú hingað eru komnir góði gestir, þið komið frá Akureyrarbæ og Rauða krossinum og það sem bindur ykkur saman eru flóttamennirnir sem komið hingað í byrjun árs, það ekki? Jú. Já, það fjölgaði hvað, 23? 23, já. Við komið þeirra. Já. Hvernig hefur þetta gengið, svona við byrjum á þér? Þetta er algengast spurningi sem ég fæ. Já. Sem það Guðni líka. Hvernig gengur? Hvernig gengur? Er þetta svona eðlisleg forvitni okkar eða... Nei, þetta er ekki bara forvitni. Þetta er mikill áhuga, velvilja og jákvæðni í bænum. Ég er mjög stolt af því. Og mér finnst bara Akureyringar hafa staðið sér alveg frábærlega vel. Já. Hvort sem það eru fólk sem hittir flóttamennin í vinnunni sinni eða bara fólk út í bæ, einstaklingar, félög, fyrirtæki. Finnur fyrir því að fólki finnist þeir svona eiga þá svolítið? Já, og það er svo margir sem vilja þetta gangi vel. Já, það er margir að hafa metnað fyrir að fólkinu líði vel og það geti byrjað nýtt líf. Já. Og það finnst mér mjög gott. Já. Og mér finnst að segja kannski ýmislegt að fyrsta orðið sem við lærið á íslensku var velkomin. Já, en fallegt. Já, það var mjög fallegt. Já, og það var orðið sem þið heyra oftast. Það er það sem við heyrðum oftast fyrst. Já. En svona fyrst, og þér finnst ekki að hafa dregið úr áhuganum? Nei, í rauninni ekki. Nei. Það er kannski ekki eins, það er svolítið öðruvísi spurningar. Það er náttúrulega margir núna sem hafa hitt einhvern eða þekkja einhvern sem þekkir þau eða þannig fólk hefur svona kannski öðruvísi áhuga. Þau náttúrulega voru ekki ósýnileg þegar komið fram í fjölmiðlum og kannski urðu þá þar með þekkt andlit jafnvel. Finnst þeim það óþægilegt? Að þau þekkist? Sko það er svolítið erfitt, sérstaklega eins og fyrir konurnar sem eru hér um einu konurnar Akureyri sem bera slæðu. Já. Að það er ekki mikið hægt að fela sig. Nei. En það er líka allt í lagi. Þau fundu það fljótt að það var ekkert óttast og það er kannski það sem okkur finnst mjög ánægilegt núna að finna þessa öryggistilfinningu sem að þau upplifa. Sem er geysilega mikilvægt þegar fólk hefur búið við svona miklar ógnir, bæði í stríðinu í Sýrlandi og svo áttu þau bara mjög erfitt líf í Líbanon. Já. Þannig að það er nýtt að geta gengið bara með börnin sín og það er allt í lagi. Hvernig lýsa þau lífinu í Líbanon að þú segir að það hafi verið erfitt? Þau lýsa því þannig að þau hafi verið eins og þriðja flokks borgarar, stundu segja bara heila eins og hundar. Já. Af því að þau voru þar náttúrulega, það voru ekki eiginlega flóttamannabúðir, heldur þurftu þau útvega sér einhvers konar leigu húsnæði sem voru oft bara einhvers konar reisið eða mjög lítið og þröngt og slæmt húsnæði. Þau máttu ekki vinna þegar þau eru að vinna svart og það gerist auðvitað þarna að það er svo mikið af flóttamannum í Líbanon að það verður samkeppni um húsnæðisverð hækkar, það verður samkeppni um vinnuna þannig að Líbanon finnst þeim ógnað eðlilega. Þannig að þau voru svo svolítið í því að fela það að þau væru Sýrlendingar. Krökkunum var uppálagt að segja ekki mikið og reyna alls að passa að tala ekki með sýrlenskum hreim og þannig að þetta var ekki gott líf, sko. Nei. En hlutverk Rauða krossins sem þú stendur fyrir hérna, hvert er það í verkefninu? Það er meðal annars fólkið í því að útvega stuðningsfjölskyldur og vera svona í málsvara hlutverki fyrir þennan hóp sem kom til okkar og samvinna við Akureyrarbæ í þessu verkefni. Það er þáttur sem að skiptir mjög miklu máli. Já. Og ég tel okkur að tekist mjög vel til þar. Var erfitt að finna stuðningsfjölskyldur? Nei. Það var í rauninni ekki erfitt því að það voru svo rosalega margir sem gáfu kost á sér. Já. Þannig að við tókum viðtöl við þá sem að vildu koma inn í verkefnið og svo reyndum við að finna út hvernig við getum púslað saman á hverja fjölskyldu fyrir sig þannig að það svona mættist kannski eitthvað í sambandi við börnin og áhugamálin, þessu litla sem við vissum. Og ég til okkur hafi tekist bara alveg þokkalega til því að þær eru alla starfandi ennþá og hafa lagt hjarta sitt í verkefnið, sko. Og það finnst mér náttúrulega bara að það er að byrja að myndast þessi sko vinatengsl. Þú ert bara eins og mamma mín eða systir mín eða þið eru fjölskyldan mín núna.
Finnst ykkur að þið hafið lært mikið á þessu öllu saman, þessum 6 mánuðum, 7 mánuðum? Ég læri eitthvað nýtt á hverjum degi. Já. Þetta alveg ótrúlegt, sko. Já. Af því að ég held að aðlögun ekki bara þannig að þau aðlagist okkur, heldur þetta gagnvirkt ferli, af því að við getum svo margt lært af þeim. Já. Þau eru til dæmis miklu vanar því að búa í fjölmenningarlegu samfélagi heldur en við. Þau eru vann því að það búa einhver með aðra trú í næsta húsi, þeim finnst það ekkert mál. Það við sem þurfum að læra það. Já. Þannig að, já, maður lærir mjög margt um þau og þeirra menningu en ekki síður sig í gegnum þeirra augu af því þau spyrja spurningu býta hver hafa þetta svona. Já. Og stundum hefur maður ekkert sérstaklega skynsamleg svör við því. Komdu með ykkur dæmi. Já, það bara svona sko eins og til dæmis bara sem kannski líka svolítið flókið og alvarlegt mál, það til dæmis með aga í skólum. Já. Þeim fannst þetta skólakerfi afskaplega sérstakt. Já. Hvernig þá? Ýmislegt til dæmis bara það væri svo agalaust að vera lítið heimanám og sem að skólar hér eru að leggja metna sín í að minnka heimanám og námi fara fram í skólanum. Þau voru mjög óvön því og fannst svona svolítið ótrúlega býtu hvað eru krakkarnir að læra, hvernig get ég fyrst með hvort þau eru að læra eða. Og svo var þessi samskipti milli nemenda og kennara allt öðruvísi. Það er þetta frelsi sem hjá okkur upp á ákveðnu marki og svo þarf að finna, ok, það endar, þetta ekki alveg endalaust frelsi, það eru takmörk og það eru línur þarna, en það eru bara öðru staðaldur en þau eru vön. Það svona ósýnilegri kannski. Já, og það sjálfsögur ekkert slæmt við, það verða mjög spennandi umræður úr þessu, þannig að maður þarf svona að hugsa hvers vegna það gott og ekki þannig að sé sko allt fullkomið hjá okkur en hlutirnir hafa sínar ástæður og ein af ástæðunum fyrir því að það þetta frjálsræði það að við út úr þessu skólakerfi kemur kannski fólk sem meira frumkvæði, sjálfstæðara og öruggara heldur en þegar að þú færð aldrei að njóta þín eða svara eða taka þátt í umræðum til dæmis. Já. En hvað hefur komið þeim mest á óvart? Þau voru kannski undirbúin undir þetta undarlega veðurfar okkar, það bjóst ekki við sko einhverjum hita hérna. En hvað svona kemur þeim mest á óvart annað heldur en kannski þessi, sko þau eru kannski vanar því að fólk á réttum tíma, við erum svona miklu frjálsari á margan hátt, það ekki? Eða hvað nefna við? Já, með sumt sko, svo náttúrulega, þetta eru 4 fjölskyldur, auðvitað ekki margt fólk, en þetta eru sumt mjög ólík. Einstaklingar. Alveg svo við færum sko bara 4 fjölskyldur hérna þarna í Íslandi og flyttum eitthvað, þekktust ekki neitt og við erum bara, getum verið mjög ólík og þau eru það auðvitað. Það er mismunandi gildi og þannig við getum ekki sett þau í einn pakka, svona eru Sýrlendingarnir, þú veist, þau eru bara eins og við, mjög ólík. Já, þau eru það. Já. En hvað kemur þau mest óvart? Ég veit ekki hvað við segjum það. Nei. Það er svona eitt og annað bara. Já, það er bara eitt og annað. Það er til dæmis sko að þau eru mjög óvanir að treysta yfirvöldum, þau eru tortryggin til yfirvöld. Já, það var þrep sem þurfti að taka. Já, það var til dæmis að við vorum með þá hugmynd að fara í heimsókn á lögreglustöðina og ég bara vissi ekki hvert þau ætluðu. Það var bara stórkostlega mikið mál af því að þau bara einn maður sagði, mér veist að það síðast þegar ég fór á lögreglustöð þá var ég 3 vikur og það var ekki skemmtilegt getsettir. Úps, já. Og það, þú veist, mann ekkert boðið á lögreglustöð. Hann fannst þetta óttalega barnalegt, sko. Já. Og við ræddum þetta náttúrulega fram og aftur og svo fórum við í heimsókn lögreglustöðina og fengum frábærar móttökur og eftir það til dæmis eru þau bara miklu öruggari með sig, eru ekki hrædd við lögreglu. Nei. Það var svo yndislegt í þessari heimsókn því að sá sem að spjallaði við þau, hann heilsar þeim á arabísku. Já. Og hann bara náði þeim alveg. Hann bara á því augnabliki, þá braut hann bara, maður heyrði bara hvernig inn í ísinn heila brotnaði, sko. Já, bara allir hérna róist. Svo bara svona slaknaði á öllu annað það sem voru. Það var frábært. Er þau með tungumálamenn þarna innan lögregluna? Já, þau voru með mann sem búin að vinna fyrir Sameinuðu þjóðirnar og Rauða krossinn í erlendis. Frábært. Jói Fúsa. Já. Gaman að því. Þannig að það var mjög skemmtilegt að sjá það, sko. Já. Þannig að þetta er í raun og veru bara hver þröskuldurinn á fætur að því sem þau eru að fara yfir. Og svo er þetta bara fólk, manneskjur og þú veist, það er fyrst og fremst það sem er að
Held ég þannig sem að þarf að hitta þau. Já. En erum við nokkuð í vandræði með það? Nei. Ég held ekki. Og stuðningsfjölskyldunar eru rosalega mikill lykill. Já. Allir, sko, ég segi þú veist, allir sem hafa komið að þessu, hvort sem það eru starfsmenn Akureyrarbæjar, allir sem einhvern veginn hafa áhuga á þessu og yfirleitt alls staðar þessu koma. Það er fólk bara sem eru áhuga á bara að hitta, mæta þeim á góðum forsendum. Já. En það er líka þetta með sko að stuðningsfjölskyldunar eru fyrstu vinirnir á nýjum stað. Já. Og það er sérstakt í þessu verkefnum í Íslandi. Það gengur ekki svona fyrir sig við annar staðar. Já, þannig það er eitthvað sem sko fólk vill í rauninni læra af okkur. En þetta er einhvern veginn svo eðlilegt. Öðruvísi eiginlega bara getur þetta ekki gengið. Nei, þetta er algjör lykill. Já, og brýtur niður múra. Gaman að fá ykkur og fróðlegt. Getið þið sagt mér aðeins framhaldið? Er þetta eitthvað sko, bundið í mánuðum framtíðin? Hvað verður þetta langt verkefni og hvenær sleppið af hendinni? Verkefni er skrifað til eins ás. Já. Það er umhugsunarvert. Hluti af því er aðeins til lengri tíma. Okkur finnst við metuna þannig að það þurfi lengri tíma. Því að aðlögun taki lengri tíma heldur en 1 ár. Já. Þannig það er svona spurning hvernig lendingin verður í því. Það er bara verið að skoða það hvað við getum gert. Það sem að ég sé fyrir mér í þessu verkefni er áfram bara þessi samvinna, þessi tengsl, þessi vinátta sem er að myndast. Ef við tala út frá sko, stuðningsfjölskyldunum og samvinnan með þeim og tengslamyndunin og hún haldi áfram. Ég er að vona að þau fái ennþá meira öryggi í samfélaginu. Aðlist það bara líka áfram með tímanum hver fyrir sig og fjölskyldan hver fyrir sig og þau ná að kynnast samfélagin okkar betur heldur en að orðið er en þetta er ekki nema 6 mánuði núna 19. júlí þannig að við eigum eftir 6 mánuði til góða og við ætlum bara að halda áfram og reyna að gera okkar besta í þessu þannig að þeim líði vel með sinni komu hingað og við getum verið stolt af því sem við erum að gera. Já, það heyrist mér að við getum verið. Kæra þakki fyrir þetta og gangi ykkur vel með verkefnið áfram. Takk. Takk fyrir þess. Og við höldum áfram hér eftir stutta stund.